Já, komið sæl, kæru áhorfendur. Hér á Fram TV í dag erum við að fara að sýna leik Fram og Harðar í Ólísdeild karla. Og já, nú er það kannski bara að lesa inn liðin. Númer 12. Ég var að sleppa þessu. Erum við live eða? Já, við erum live. Þú vilt kannski segja hvað ég var að gera? Hvað við verðum að gera? Hvað ég var að gera? Já. Við skulum kannski bara byrja á því að ég heiti Eiður Árni Valsson og hér mér að vinstri hönd situr Róbert Árni Guðmundsson. Já, og Róbert var sem sagt að klára uppbytun. Já, í meistaralónum. Já, hann sem sagt svona uppbytunarmaðurinn. Já, ég ber ábyrgð á henni og ég skal alveg viðurkenna það. Ég gleymdi það á hann. Ég tók æfingu á hann sko. Já. Tók bara deadlift og hérna 10 km á hjólunum sko. Já, já. Og svo bara Einar kom tíminn og sagði, Robby, þú ert að hita upp. Mjög gott að fá þetta svona í smettið. Heyrðu, við ætlum að lýsa Fram Hörður. Já. Ólísdeild karla. Ég er ekki frá því að það er betur mætt hjá herðum, hjá harðarmönnum. Réttar að sagt, segir maður ekki? Harðarmenn? Jú, harðarmönnum myndi ég segja. Harðarmönnum. Þeir eru með einhverja yngri flokkaðana og þeir eru með trommur og... Nei. Jú, þeir eru með trommur. Þeir eru með trommur. Já, ég er ánægður með þetta. Ég heyrði allan í henni á hann, kannski bara að taka hann á þeim. Já, tókuðu kannski trommuna frá okkur. Ég held að það geti verið að Steinar hafi bara hrifsað hann tilbaka. Já. Það held ég. Garpur okkar maður, Kynnir. Djöfull er ég ánægð með hann. Hann er sko ekki nóg með það, hann náttúrulega fekk shoutout líka í sinniblíkinni. Nei, það? Já, fyrir löngu síðan. Já, frá Togga. Togga. Herru, við ætlum svona... Hann er samt MVP sko. Hann er algjör MVP. Það er bara, hann græjar allt. Það er rétt, sko. Það sem við ætlum að gera, við ætlum ekki að lesa upp leikmannaskýrslunar. Nei, ekki það sem ég var að fara að byrja á. Já, verðan þess að sofna allir yfir því. En við kynnum inn leikmenn svona hægt og rólega. Já, bara ef þeir eru partur á leiknum. En ef þú situr aftast á bekknum og kemur ekki inn á, þá tökum við ekki fram í þessu broadcasti. Verðt að minna það að aðstofamaður Hans Carlos Martín Santos þjálfara herðir er enginn annan Jóhannes Lange. Það er alvöru maður. Er það? Já. Ég er ekki nóg vel að mér í þessum handboltamálum, ég veit ekki hver það er. Þú ert ekki búin að vera í þessu svona lengi eins og ég. Nei. Vera 20 ár í boltanum. En hérna... Hvorki meira enn minna. Skal ég segja þér, hérna... Það er góð stemming í hópnum. Ég skal segja þér það. Í framarhópnum? Já, enda var ég á parkettinu. Léttur andi. Já, ég fann vel fyrir stemmingunni sem er í honum. Og menn ætla að gefa sér alla nýtt, það er bara svoleiðis. Já. Þetta er náttúrulega svona leikur sem þú þarft að peppa þig í, sko. Já. En þar sem að þriðja sætið er undir, þá þú ættir að geta peppað upp í þetta. Já. Það skal ég segja þér er hérna... það var eitthvað snið sem ég ætlaði nú að segja. Dómar leiksins. Þú veist leikskýrsluna það? Það er Ramanas og Donni. Það eru leikmaður nummer 22. Já, það er frakkinn eða ekki. Leo Renaud David. Já, David, já. Köllum hann bara Leo. Leo. Já. Leo... Hann er með ekkert eðlilega flott tattoo. Já. Hann er með svona hálstattoo. Já. Líka með svona hálfa slíf á... Með samt hægri fóturinn, það vantar aðeins á hann. Já, hann er bara með eitt tattoo þar. Já. En, já, það sem ég ætlaði að segja. Þótt að harðarmenn séu í næsta seti eða ekki? Ég held ég sé ekki að fara... Að margra manna mati lakasta lið deildarinnar. Já, þá eru þeir samt góðir í handbolta. Þeir eru segir, sko. Þeir eru segir og það er ekki búið að vanmeta þessa drengi. Þeir eru allir góðir í handbolta og við þjálfaðir. Að mínu mati, þá er þetta alveg styrkleikamerki fyrir deildina að þetta sé versta lið deildarinnar. Já. Herru, þetta er leikmaður nummer 7. Endis. Með kraftmikla fintu. Og Kristó komin á blað. Hann svarar bara. Herru, leikmaður nummer 47, eftirnafn Kustners. Þetta verður eitthvað bíó að bera og síðan er línumaður Harðar er númer 3
Sudario Eitur Carnero. Ég tók ekki spænskuna í Mentó. Hvað varst þið í þýskunni? Já, ég tók þýskuna og ég kann ekki stakt orðið í þýsku sko. Herðu, já, þetta er ein ólögleg hindrun hjá línumanninum. Sudario? Já, hann sko teikaði niður Þorvald, Óli á Kjartan og Kjartan. Já. Það kannski sérst ekki á honum en það Sudario, en hann er fæddur árið 2004. Ha? Já. Nei. Jú. Og hann með kálfa eins og vörubíl. Já, og skeggrót bara á við 40 mann, sko. Í alvöru, er hann 04? Hann er 2004 mótel. Það er rosalegt. Ég veit að, hann sagði mér einhvern veginn að hann þvær pönnunar heima á sér með skegginu. Það er svo þykkt. Akkurat. Þá kemur, þetta er gott skot. Leikmaður nr. 5. Guntis. Einar þjálfari trúði ekki að hann heiti Guntis. Já. Við erum kannski frætt menn það, en á vídeofundinum menn voru ekki alveg með á hreinu hver var hver. Nei, voru ekki alveg með á hreinu. Nei. Einar var ekki búinn að kynna sér þetta, en það er líka bara, þú veist, menn koma og fara þarna frá Ísafirði. Það er rótering á. Þú veist, þetta er allt annað lið en var í byrjun tímabils. Já, það er alveg rótering á þessu liði, sko. Gauti. Og Magnús Ötter kominn á miðjuna. Hann startaði, sko. Já. Og hann er að starta sem sóknarskipting. Já. Það er rosalegt. Það er langt síðan að það gerist. Já. Að mig minnir, seinast þegar hann var að fá mínútur á vellinum hjá Fram, þá var það sem varnarskipting. Já, og þetta er glæsilega spilað. Kjartan er með 2 stoðsendingar og mark. Já. Það er hægt að segja að það er vægast sagt góð byrjun hjá rauðhærða undrinu. Klipping, Guntis. Hann er aggressífur. Já. Lalli er búinn að vera í... Þetta er bara 2 mínútur. Nei, ok, ekkert. Er það að grínast? Hann hélt þarna aftan í treyjuna. Í alvörunni. Skref. Leifa þess að slæta. Góð vörn. Já, Einar og Halli samanlagi. Og fyrir leikmaður númer 37 út af. Nei, 47. Jón Ómar Gíslason. Hann er varnarskýtingu. Já. Leiðilegt fyrir Kristófer að skýta út statistíku töfluna sína. Með töflu bolta? Vegna klaufa mistaka dómarna. Þetta er frábær háorn hjá Árbæjarundrinu. Okkar maður Þorvaldur. Hann er ennþá 100%, einn af einu. Já, en það er hann kallar herra 100%. Gundis, mér sýnist hann alltaf að setja 10 mörk í dag. Nei. Stattu í rammanum. Já. Þetta var óöfni. Lárus Veita. Já, þetta var pjúrófni. Kjarri. Kristó kemur í langa. Gauti upp í skot. Það var ódýrt. Ég sko sem markmaður. Óli út af, Bötter inn á. Hvað gerir það að skuttla sér í horni? Frekar hann bara að stíga. Hvað segir þið sem? Þú veist, Lalli hann skuttla sér í hornið. Hann er með svo mikla sprengikraft. Já, hann bara ræður ekki við hann. Já. Bötter á Kjartan. Sudario ætlar að stoppa hann. Já. Þetta er alvöru body. Sudario? Já, hann er með mjög lágan þyngdarpunkt. Já. Það er nokkuð ljóst. Hann er líka TikTok-stjarna. Á Kjarri með geggja skot. Hann ætlar að vera góður í dag. 2 mörk, 2 stóðsendingar. Kjartan Þór Júlíusson. Staðan er 4-4, þetta er 5 mínútur. Þannig að sjá, 37. En Kusners inn á miðunni. Leiðilegt fyrir Kjartan að systir hans var að labba inn núna eftir þess að frábæri byrjun. Já. Fekk ekki að sjá þetta. Já, með Hildi Þorgeirsdóttur. Já. Það er alvöru hópur. Nei. Lalli. Gundis. Gundis Pilpukus. Gauti upp í skot. Já, hvað þetta var laust. Þetta er... Ég sé ekki númerið á honum einu sinni. Þetta er nummer 69. Stefán Freyr Jónsson. Þetta er djókari.
alveg kraftur í þessu gæm. Já, þeir eru allir í góðu formi, sko. Hvað heitir hann númer 37? Það er skemmtileg leikmaður, sko. Kustners. Endis Kustners. Og þá er Gundis í hægriskeytunni, eða ekki? Jú, Gundis í hægriskeytunni. Þá kemur Gilherme. Hérna, miðstjórnarmaðurinn þeirra. Frábær vörn hjá Óla. Og Óli Blokkering. Já, akkurat. Og Óli! Óli. Ekkert! Sérstakur dómur. Og Lalli! Lalli með alvöru markvarslu. Hérna, sko. Sko, nú ætla ég bara aðeins að verja okkar mann Einar Jónsson. Að hérna, ef að Donni og Ramonas ætla að leyfa leiknum að vera svona, það gæti þetta enda bara illa. Það endar þetta bara í einhverju rugli, á báða boga. Já. Það þarf að sko... Fullkomlega sammála því. Já, það þarf að halda einhverju ákveðni línu hérna. Takk fyrir. Línu sem á við. Já. Ekki... Alltaf fyndi líka hvað þeir eru alltaf að dæma leiki á okkur. Mér finnst þetta athugavert. Góð vörn. Já. Fagna harðamenn þessi alveg innilega og Einar heldur áfram að... Einar, ekki meira. Áfram heldur leikurinn. Frábært skot. Já, hún að hrósa þessu leikmanni fyrir að vera skemmtilegur og hann sýnir það hana. Þetta var... Kustnes. Það er ekki hægt að segja annað en það er orka í harðarhópnum. Já. Þorsteinn Gauti. Hann meiddi sig eitthvað í puttanum, held ég. Ef að hann fer middur af velli, þá er engin annar en Daniel Stefán Reynisson. Næsti línumæður eða Breki, annar hvor. Já, mér sýnist bara Daniel vera farin úr æfingatreyjunni, þannig að ef að Þóraldur fer hér af velli, þá... Danni byrjar reitt upp, Danni er klár. Vert að hérna minnast á það að okkar maður Jesús. Hver er okkar maður? Línumæður. Daniel? Nei. Sudario? Nei, okkur mann ég ekki. Þorvaldur? Marko? Nei, Marko, við minn alveg. Marko er ekki með í dag, hann er middur. Middur í tánni. Það er lifandi vörn hjá þeim. Það er kraftur í þeim. Kristó leysir út. Og Magnús bara spila boltan á Gauta. Þetta er í góðu færi. Þetta var góð redding. Já. Jæja. Þeir ætla að fara vel með boltan. Við vildi ekki bara gefa gullspjald líka á harðamennina líka á fyrir þetta. Þeir eru væli. Já, svo Einar bendir Já, einmitt. Já, sérðu? Á harðabekkin. Já, akkurat. Ég er bara að benda vinsalegast á. Það er aðeins byrja að hérna þykkjast stúkan hjá okkur. Mætti vera þykkari. Fólk mætir eða vill mæta. Já. Ef þetta er nú spennandi, þá mætir fólk. Herru, þessar blokkeringar eru rosalega. Stefán er mættur í hraðaplaup. Steppi. Óefni, horfir á markmanninn, setur hann í rangt horn. Bara stöngin út. Ég ætla að benda á hversu ólöglegur hann Sudario er inn á línunni. Þetta er... Nú þurfa allir ísbyrðingar að fyrirgefa mér en ég er framari. Þetta er framtífi. Og við erum ekki hlutlausir. En það hefur það komið... Já, ok. Stefán. Bara Barbasinski í gólfið. Frábært slúg. Góðstefn minn. Vel gert. Þetta var sérstök sending út í hóði. Það var sending. Shit. Þetta var alveg svona Barbasinski sending. Já.
Hann sett hann í gólfið og yfir varnamennina. Varnamennina. Þetta var rosalegt. Það að segja hvað gerist í kommentakerfinu. Ekki neitt en þá. Endilega áhörfundur að þau eru með ykkur skemmtilega input. Já. Að kommenta. Við svörum ykkur. Það eru heila 84 manneskjur að horfa okkur. Þetta er frábær varnarleikur af Stefáni Darra. Óli. Og Kjartan, bara alla leið. Og stefnum frákastið. Yes! Já, vel slúta. Þetta er fallegt. Gaman að þessu. Og Framarar komin aftur með fórustuna 7-6 eftir 10 mínútna leik. Ég vil fá aðeins meiri svona fighting í okkar menn afsakið. Fá aðeins meiri svona læti og stemmingu. Hleypa þess aðeins upp í smá geðviki. Óli. Það er svona það sem að harðamenni vilja samt, sko. Nei, guð minn almáttugur. Hann samt kemst fram hjá Stefáni Darra og Gauti kemur úr teiknum. En sko, ef við horfum á endursýningunni hérna, þá er ég ekki sammála þessum dómi. Frakkinn á vítalínuna. Nei, ég vil fá fríkast á þessu. Og Lalli ver! Hann sér við honum. Þetta er glæsilegt. Lalli ver frá honum Leo. Kanntu eitthvað í frönsku? Je parle français. Segir maður ekki bara Je m'appelle Robert? Þið það ekki, ég heiti Robert. Ég var að segja, ég tala frönsku. Já. Kann ekki meira. Mamma tók nú frönskuna í kokknum, sko. Já, Ég kendi mér ekki stakt orðið. Nei, ég er í frönsku núna í menntaskólanum, sko, en ég kann samt ekki neitt. Nei. Herðu. Hörðu. Almáttugur, sko, Einar og Halli. Einar og Halli eru, sko. Það er ég bara gjörsamlega sammála að harðamennir að spila mjög grófa vörn og það er bara tímasvöldmál hvernig ekki með brott í þessu. Þeir eru búin að sleppa með að hinga til sem er eiginlega ótrúlegt. Já. Kerri með hreyfingu á bolta. Og þetta er bara rautt spjald. Nei, þetta er bara frábær vörn. Þetta er bara frábær vörn hjá Ötter, og hann bara, hann bara ekki, Hvað gerði þið? Hvað ég gera? Akkurat. Jóhannes Lange er í öllu að róa menn. Já. En þetta var frábær vörn hjá Magga Ötter, þetta er glæsilegt. Þetta er frábært. Þetta er bara glæsileg vörn hjá Magga Ötter. Tóki hefur þú ekki verið ánægð með auglýsingaskiltið? Nei, það datt úr sambandinu. Já. Það þarf að kippa því í lag, ábyrgðarmaður leiks. Og Gauti stelur þessu hérna. Þetta er glæsileg vörn hjá Gauta. Og skorar hann. Já. Og Framarar konið 2 mörkum yfir. Þetta var skemmtilegt. Góð stefni minn. Næstu því. Já. Einar er eitthvað að segja Ötter til. Og koma þær í Kairó, Leo á miðjuna, Leo klippir Guntis og Guntis með frábært skot. Þetta er Seigur leikmaður. Guntis. Ógeðslega góður. Þetta er minn maður, sko. Geggjaðslega góður. Ég kannski ekki, þú veist, þetta er ekki Michael Jordan, sko, en... Það er Kobe. Já. Hann er Seigur, sko. Seigur. Blake Griffin kannski. Já. Það sé góð viðlíking. Góð viðlíking hérna, Blake Griffin. Þetta er svona dönkar, sko. Já. Getur skotið, stökkrastur. Jésús. Og Kristóinn. Já, glæsilegt. Gott slúg, Kristó minn. Vá, ólega miðjumaður. Já. Leikmaður 47 er í skiptingu við leikmaður með 37. Skemmtilegt. Já. Hann Endis er í skiptingu við Jón. Jón spila vörn. Endis í miðjunni hérna. Kairó aftur. Og hvað? Tjekki. Klipping. En samt hérna, viljum við ekki bara kalla Endis bara Kúsnes? Kúsnes, já, ég bara, ég er ekki með þessu nöfn alveg á hreinu.
Klipping. Hann komið 5 Vá mörk. maður. Gúttis. Lilla slútti hjá honum maður. Og frábært. Frábært spil hjá Kjarra og Óla á línunni. Kjartan búinn að vera frábær í leiknum. Það ekki stóðsendingar á þessu honum. Af hverju ekki? Góð spurning. Hann held ég komið með 3 stóðsendingar. Já. 2 mörk og 3 stóðsendingar. Jafnvel fleiri sko. Eða hvað? Senda hann og steppa á hann eða ekki? Nei, það var stöngin. Já. Steppi hagnaðist að frákasti. Það er samt komið með 2 mörk. Já, á leikmaður nummer 24. Já, sem var Stefán Darri sem senda á hann. Santos byrjar að hita upp fyrir harðverja og leikmaður nummer 18. Suguru Hikawa. Og Gúttis komið með 6 mörk. Það spurning bara að taka hann umferð kannski. Þetta samt allt bara af klippingum og svoleið sko. Þetta allt svona opið. Og Kjartan! Hörðu. Geggjað slóð Steppi minn. Stefán. Hann var virkilega góður í dag. Já. Klikkaði á fyrsta skotinu, leta sko alls ekki hafa áhrif á sig. Hörru, þá kemur Gúttis út af. Og þá kemur Jón á línuna. Það vilja held ég ekki láta taka Gúttis úr umferði. Taka hann út á hann að þið gleymi því. Leikmaður nummer 18, Suguru Hikawa. Kemur í hægri skittu. Hann einhver staðar. Hann er með bolta núna. Já, hann það. Eini Lalli minn. Það ekki smá orka í þér. Já. Það skriðþungi á þessu. Kjartan. Og leikmaður nummer 32. Guilherm Andrada núna fyrir framann. Held hann hafi ekki verið framann á það. Það eru konið 5-1. Það voru 5-1 á hann. Gauti, alla leið. Gott strákur. Vel gert, Gauti. Við erum í 2. skiptingu líka. Óli og Steppi í skiptingu. Skref. Já, það er rétt. Einhverju stílt sér leið hana og Öter og Daniel eru í sónaskiptingu. Það held ég. Mér sýnist Þorvaldur vera ennþá í meðferð hjá Ísaki sjúkraþjálfara. Þá kemur Luka Vucevic inn á. Já. Kjarri búinn að vera að skila góðum 17 mínútum hérna. Heldur betur. Kemur Luka inn á. Kemur ekki verri leikmaður inn á. Nei. Og Gauti. Þeir liggja bara pöldu flatir. Já. Og framarar komnir í 3 marka fórustu. Og mér sýnist ekki vera mikil regla á því hvort horni markmanninn á að taka. Nei. Og Lalli. Nei. Dauða fær í horninu og Lalli! Vá! Ég ætla að standa upp og klappa þér þessu. Þetta er yndislegt. Þvílík varsla sem þetta var og það bara stólið boltanum á Stefán Darra. Strákar mínir. Stefán Darri ákvað að rétta þeim boltan annað. Þannig ef að Lalli verið næstu þá erum við trippul. Með trippul vörslu. Ha? Ef að Lalli verið núna aftur, hann þá með trippul vörslu? Nei, ný sókn. Þetta var ný sókn. Það var hann að vissulega komið með 3 í röð. Já. Santos. Og Luka. Og Stefán þessu. Hvað ætti að gera? Af hverju lét hann ekki bara steppa að taka þetta? Ég veit að hann hefur ekki vitað á hann. Þetta hefði mátt vera betri sending hjá Kristó. Eina fer við þetta með honum. Kasta. Hvernig á að kasta boltanum? Hvernig á að kasta? Luka er að reyma skóna. Glænýju skór. Já, glænýju skór hjá Luka. Bolti! Og hann stelur boltanum. Og Gauti. Ekki aftan í hann. Hei, halló. Gott Gauti minn. 2 mínútur. Og þá kemur leikmaður nummer 14 inn á Alexander Tatarintsev. Leikmaður, já, hann er hávaxinn. Hann er hávaxinn. Ætla getið skotið fyrir utan? Ef þú myndi segja mér að lýsa honum, þá myndi ég segja að þessi strákur er hávaxinn. Santos
Og Gauti með annan stólinn bolta. Og Gauti. Já. Hvað er Gauti komið með? Gauti. Og það kemur leikli hjá Carlos Martín Santos. Þorsteinn Gauti Hjálmarsson er komið með 5 mörk í dag og er þetta allt svona auðvelt mörk. Hann er ekkert að mikið að hafa fyrir þessu. Ný. Hvað er þetta Garpur að bjóða upp á í DJ-inu? Já. Hann er með sitt taste. Hann er með sitt taste. Þú ert ekki ánægður með þetta. Er eitthvað að gerast í kommentarkerfinu eða? Sjá. Markaskor hjá leikmönnum, segir Aron. Við erum nú búin að fara yfir það. Við erum að fara yfir það. Lilja Björk Kristjánsdóttir við, hver er markahæstur í Herði? Það er bara Guntis. Já, hann er með 6 mörk og svo bara var hann tekinn út af og þá bara því miður. Ég held sko að hann hafi verið tekinn út af til þess að koma í veg fyrir það að hann verið tekinn úr umferð. Þess að bara fá hann aftur inn á og bara fá hann til að skjóta meira. Já. Hann er búinn að vera virkilega kraftmikill og bara segur í þessum leik. Já. Guntis Pilkus. Það eru 94 manns að horfa, sinnum 1,2? 90 manns. Já, 90 manns sinnum 1,2? Nei, 1,5. 1,5. Þetta eru 140 manns. Eitthvað svo leiðis. Svona fljótlega reikna hjá okkur. Já. Við erum svo skarpir í þessu. Og leikur er komin aftur í gang. Lúka vil fá að snerta boltan aðeins. Það er vel gert. Já. Og Jón. Já, Jón ætlaði bara upp í skot þarna. Línum með þessu í Kairónum. Einn að fá Íslendingunum í þessu liði. Æjæjæjæjæj. Já, ok. Hann er sterkur. Já, Jón er einn af þessu uppöldu. Flottur strákur. Og Suguru hefði nú alveg mátt skora að fá þetta markana. Já. Það var bara að stilla upp fyrir hávaxna strákinn. Já. Nei. Vel gert maður. Lalli verið þetta maður. Ég vil nú bara fá víti á þetta. Já, Öttir var sko langt inn í teik. Sjá. Öttir langt inn í teik. Þetta er náttúrulega fáránlegt. Já, og Öttir með frábæra sendingu. Steppi minn. Hvað? Þetta er bara rétt skot. Það er engin annar. Jó, Snæsið er náttúrulega í hóp. Gleymi alltaf okkar manni. Þú ert ekki að fara að skipta út af fyrir þetta. Það eru sumir sem hefur bara, herru, hitta upp. Já. Nefnum ekki nöfn. Mér myndi finnast það fáránlegt sko. Hann horfir á markmanninn og mætir honum, vippa bara, ekkert að þessu sko. Bara hann alltaf má ekkert í dag sko. Sláinn út, so be it, áfram. Áfram gakk. Ötter. Suguru. Já, geggjuvörn, já, Ötter. Fastu fyrir. Ötter með góða blindu blokkana. Nei, blindu vörn. Blitz. Já, þetta getur strákurinn. Alexander. Já. Þetta er bara hárrétt, Steppi minn. Óli kemur það út af. Vantar einn mann inn á. Já, Steppi held að væri varnarskiptingu en hann er það ekki. Hvað er Steppi að bjóða upp á? Hann var eitthvað að spjalla við Lúka þarna, hann að stilla upp í eitthvað allavega. Held ég bara að láta Lúka sækja á. Það er stólinn bolti. Strákar í alvörunni. Elska þegar menn reyna að eyða orku í hluti sem ég get ekki haft áhrif á. Hver var það því? Það er bara menn sem að tuði dómarnum. Þetta er bara líka bara í hita leiksins. Já. Og Suguru.
Guntis komin inn á. Og Alexander. Power í honum. Já, Óli líka með hann. Óli er sko pínu lítill. Óli er sko stór, Óli- en Óli- hann er bara eins og þessi dvergvaxinn við hliðina á honum. Þá koma þeir í Löwen. Suguru. Guntis er komið með 7 mörk í fyrri hálfleik. Og það held ég, við erum ekki með það fyrir framan okkur, en ég held að það sé ekki búin að klúða það. Nei, ég held að það sé bara hár rétt hjá þér. Ég held að ég sé ekki að fara með rangt mál. Ötter Vá, með þvílík alveg- setting. Já. Þetta. Óli með Magnús Ötter er búinn að performa í dag. Já. Er ekki hægt að segja annað. Hann stoppaði hraðahlaup áðan með frábæri broti, frábær sending út í hornið á Steppa, búinn að dreifa boltanum vel og síðan kemur hann með þetta. Þetta er bara Ég held að frábært performance hjá hann. Ég held að ef að Ötter ætla sér í handtennumennskuna og mun að klippa þennan leik saman, allavega fyrir áleikin. Já. Ég hugsa... Ég er að segja, hann býr til Secret Highlights bólu út úr þessu. Hvað er hann Ötter gamall? Er hann ekki 90... Hann er 95 mótil held ég. Hann er ári eldri en ég. Já, Suguru bara, hann rifnaði bólurinn hans. Rifnaði bólurinn hans og Alexander. Nýlalli. Luka. Já, sótt á milli 1 og 2 mann. Já. Og Nei. Ég er ósammála þessu. Hættu þessum dómara. Já, nú ætla ég að geða orku í eitthvað sem ég get ekki haft áhrif á. Það var bara rauningin á Óli. Hörðu. Guntis. Æ, viti. Akkur fór Suguru ekki í gegn? Já. Harðamenn vilja fá eitthvað meira fyrir sinn snúð. Þetta er fyrsta klikki á honum, en þá fær hann víti. Leikmaður númer 45, Daniel Whale Abdelai. Já, einmitt. Hann er komin í hæra á henni. Jón á punktinn. Nei, hann var að fara á pissunni. Já. En hérna, hver er númer, er það 7? Jose Esteban. þetta er ekki- Nei, en í hæra á henni. Þetta er ekki 7, sko. Það stendur sko, já, Suguru er að fara út af. Jú, þetta er 07. Já, það stendur 07 á treyjunni hans. Jose Esteves Neto. Komin í hæra á henni. Og hann kom inn á fyrir Axel Sveinsson. Já. Fyrirhundri þjálfara minn. Gaman að segja frá því. Þjálfaði mig í Þrótti. Það er rosalegt. Luka, hvað ætlar hann að gera? Gauti. Luka. Já, Luka getur ekkert í þessu gert. Skildi þetta boltan að vera í Steppa? Nei. Litli Ötter maður með performance. Já, sæll. Já. Þvílík orka. Já. En það vorum við bara Þvílík ákefð. allt og lengi að koma okkur heim. Það er rétt. Sjáðu bara skítur aftur. Það er spil. Új! Hvað ertu að gera? Rautt spjaldtak. Á hann? Á hvern? Á Jón. Já, nú farið í andlita á honum sko. Það ætlar enginn á punktinn. Hver á punktinn eiginlega? Breki Dagsson held ég. Eða hvað? Já, Breki er að koma hérna. Eða Þorsteinn. Nei. Jú, Breki. Já. Okkar harðamenn eru með mikla skoðanir upp í stúku. Breki á punktinn. Hann lætur verja frá sér. Já. Sá við honum leikmaður nummer 69, Stefán Freyr Jónsson. Já. Ég sé það á hann, þetta er djókari. Já.
Það er verið að biðja harðamenn fallega að ekki vera að berja stólana. Já. Það er verið að biðja fallega þetta. Þetta eru 9 stólar. Þetta er samt út í stúkan sko, okkur er eiginlega alveg saman hana. Já, mér er drull. Hún má vera stólalaus, mjög vegna sko. Já. Og Leo, nei, steppi minn. Oj. Gúndis, maðurinn er eiga stjörnuleik. Hann er komið 8 mörk. Nei, Stefán minn. Oj, Lalli minn. Já. Hvað var Lalli að gera? Lalli ætlar að reyna að stela boltanum, hann má ekki, ef Lalli ætlar að halda sér inn á vellinum. Já, hann er alveg sama hversu mikið snerting þetta hefði verið. Hann má ekki snerta út af leikmanni í hraðalöpu. Fínt flott á boltanum, en við vinnumst bara ekki ná að opna á. Þú verður að skjóta. Yes. Gott. Já, og framrar komnir einu marki yfir. Ég sónaði pínu út hérna, pínu. Ég var nú bara að njóta þess að horfa á flott á boltanum. Já, það var örugglega ástæðan fyrir ég sónaði út. Flottan handboltaleik. Já, það var mjög góð flott á boltanum. Já. Já, Leo, hvað er hann að gera? Ok. Þegar við línu leiksins var þetta ekki fríkast. Ný. Og hvað ætlar Leo að bjóða á? Ekki með Cairo. Dario eru mjög flottum Harden skóm. Gott skot. Leikmann með 22. Leo Renud David. Renud. Heldur að ég að segja það sko. Renud. Það er stemming í Ísfjarðarstúkunni. Þeir eru ekki margir en... Jú, þeir eru alveg margir sko. Gauti minn. En svona miðað við. Hann er góður fyrir framann. Leikmannum með 32. Víti. Já, dómari. Hörru. Hendi boltanum við 10 sekundur. 10 sek. Danni klókur að vera fljótur hann í boltan. Oj. Nei, maður. Vel gert hjá leikmanninu með 69, Stefán Freyr Jónsson. Hann heldur leiknum jöfnum í hálfleik. Jesus, maður. Vægast sagt. Já. Vel bara mjög flottur á það. Já. Seinasti fjórðungur fyrrháleiks. Úff, herru. Já, við komum aftur á vormur spori. Já.
Erum við live? Já, erum við live? Kolbeinn? Kolbeinn, erum við live? Skjárinn sér svartur. Hann heyrir ekki í okkur. Kolbeinn, skjárinn svartur. Kolbeinn? Skjárinn svartur. Búin að laga það? Já. Spurning, erum við live? Já. Við erum live. Já, velkomin tilbaka. Og ég ætla að byrja á að kynna ykkur fyrir því, kæru áhörendur, að Björgvin Páll Gústafsson, markvörður íslenska karlalandsliðsins í handbolta, hefur ákveðið að gefa ekki kost á sér í næsta landsliðsverkefni eftir að samskipti hans við Kristján Örn Kristjánsson, liðsfélaga hans hjá landsliðinu. Breaking news. Breaking news inn í beinni útsendingu. Herðu, við ætlum að gefa shoutout á Aron Örn Heimisson. Kjartan. Vel gert. Kjartan Júlíusson. Kjartan Þór Júlíusson. Fyrir leikina kraftið hérna. Já, við ætlum að gefa shoutout á Aron Örn Heimisson. Skref. Hann var ekki lendur. Hann hérna vildi fá shoutout, enda er hann með spurningu í kommentarkerfinu. Okkur reynir ekkert að spila? Það veit ég ekki. Ég spjallaði við Reyni í hálfleik. Já, þú fórst í vettvángsferð niður á parkettið? Já. Og hvað? Hann veit ekki neitt sko. Það er bara Einar hefur getað að setja hann inn á. Já. Og Breki kominn í ramman og Ívar Logi er kominn hérna. Ruðningur. Já. Já, Einar er brjálaður núna úti í rammannas. Ég svo sem við fáum að sjá þetta hérna aftur í endursýningu. Já, við sjá þetta hérna. Þetta er bara ruðningur sko. Ruðningur sko. Hann nýtti ekki aftan í hann sko. Alla ekki var þessu sjónunni. Hver fekk 2 mínútur? Það fekk engin 2 mínútur. Við bara töpuðu boltanum. Ívar þarf þá þarlegend að fara út af í 3 sóknir. Já, það var sú merking sem hann var að gefa. Sko, Ívar og Einar, hann ítir ekki. Já, en þeir vilja meina að vera íti bakki á Ívari. En við sjáum þetta bara hérna. Við getum ekki, þetta er ekki touch. Herjá, við glemdum náttúrulega að nefna í seinni útsendingunni að okkar maður Aron Örn Heimisson. Hann er fyrir norðan í 4. kalla og var að skila inn 2 marka sigri móti KA-mönnum. Sterkur KA-liði. Sterkur KA-liði. Glæsileg vörn. Breki. Á Ötter. Ötter. Hann tekur alltaf góða ákvörðun með boltan. Vá! Já! Vá! Shit. Vá! Ég vona hann heyrir í mér. Oh my. Ég er í sjokki. Oh my. Þetta var rosalega sending. Magnús Ötter. Ég skal lofa þér, þetta er ekki það sem hann ætlaði. Jú. Nei, þetta er ekki það sem hann ætlaði að gera. Robert. Já, hann ætlaði að gefa Óla á línunni sko. Hann sá bara Hornamari færði með, kasta honum aftur fyrir bak. Einmitt. Þetta var magnað. Ó, frábær vörn hjá Kristó. Geggjur vörn hjá Kristó. Og Snæsi er opinn. Þetta var ömurleg sending. Hann náði boll. Já. Og engast. Okkur kom ekki með honum. Það var skemmtilegt. Hvernig náði hann að kasta svona hátt svona. Þetta var rosalegt. Hvernig hann stóð einhvern veginn og vá, þetta var geðvíkt. Magnús Ötter plúsar Guntis. Gæti verið að það sé upplegg. Og Breki er átt. Í alvörunni maður. Hann er með segul að hausnum sínum. Já. Mér sýnist þetta samt vera bara góður sko. Smá vatn. Þetta var samt fyrir utan, hann þetta er ekki 2 mínútur. Já. Svo getur vel verið að við líka bara farið í hálshæð. Það er ekkert þægilegt. Sátt ekki alveg nógu vel. Ísak stóðst þig vel. En ég þekki þetta ekki nógu vel. Má markmaður sem sagt fá aðhlýningu á þess að fara út af? Já. Markmenn eru undantekning á þessu. Ok. Santos. Já,
fótur. Ötter á Darra. Darri á Kjartan. Og Kristó nær þessu frákasti. Og Axel hrindir honum út af. Hann fær fríkast. Það er Axel sem er inn í hægra honum eða? Já. Fyrrverandi þjálfarinn minn. Já, alveg rétt. Nú hvað er hann? 19. 19. Alex Sveinsson. Axel Sveinsson. Axel, afsakið. Kóngurinn. Skila kveðið, það er úrst að horfa. Aftur. Heiljótt að horfa á þetta leiðin heim. Gauti. Kjartan. Glæsilegt. Flott spil. Framar að konunni 2 marka fórustu. Santos á miðuna. Gunti senna. Og Leo. Á breki með varinn bolta. Sjá. Snæsi. Hraðu, Og Kjartan. Og hann er bara upp. Já. Alveg kraftur í kjarranum. Já. Ef hann kemst í svona bikarúrslita form eins og hann var í bikarúrslitinu á 3. flokki, þá geta bara allir hinnir hætt að spila handbolta því að Kjartan er ekki að fara að gefa boltan. Ný. Það kemur svona Kobe bragur yfir hann. Bara, there's no I in team, but there's a I in win. Já. Hann er hugsað Kjartan. Lísa. Já. Af hverju ekki, það er bara skrif. Það var fínt. Og Steppi. Og Snæsi. Góð sending. Já, og Brodísson. Já. Brodísson og Óla Björn Vilhjálmsson. Held ég sig ekki að fara vitlaust með en hann er fyrirliði liðsins. Númer 17. Já. Við séum voðalega eftir á hérna. Já, þetta er 20 sekundur eftir á. Við erum alveg eins mikið live-in og mögulegt er sko. Já, flott. Þetta er bara að rífresa þetta bara. Nei, ég þarf að sjá þetta. Já, Snæsi. Þetta var nú. Nei, Snæsi fiskar þetta. Já, þetta var nú. Ívar Logi. Rosalega. Bara stefn. Þá er engin annar en Reynir Þór Stefánsson sem er næstur á punktinn. Einar var að tala við hann. Það er fínt að vera með 24-19 núna eftir þessu 2 víti. Það er 90 sekundur í mannin hjá harðarmönnum. Guntis. Frábær vörn að steppa. Ég hef nú alveg séð 2 mínútur á þetta en áfram gakk. Ekki alþjóðaboltanum eins og Hörður er að spila. Nei. Jésús. Leo. Guntis, hann skýtur hérna. Nei. Á, Darri. Já, sérðu Klóku líka. Sleppur. Já. Fastu fyrir. Já. Hann og Stefán Darri og Magnús Ötter, þeir eru óþólandi varnarmenn. Já, geggjuvörn. Új. Nei, ekki. Æ, í alvöru. Svo með endursýninguna hérna. Donni vil meina að Ívar hafi ítt aukalega eftir brotið. Ég er ekki frá því að þetta er bara bull. Já, þetta er alveg rétt. Nei, ég meina sko, Ívar Logi er 37 kíló sko. Já, þetta er það, þú mátt ekki íta svona eftir honum. Hann er 37 kíló sko. Þú verður bara að sleppa. Má aldrei vera svona passion í þessu. Hann má ekkert í dag. Nei, hann má ekkert í dag. Lúðlan er orðið mjög þunn eins og sumir segja. Já. Guntis er komið með 9 mörk. Sá er búinn að vera segur í dag. Já. Þá eru við tæknilega séð einu fleiri. Breki kemur út af. Hver er komið inn á? Við erum bara 4 inn á, 5 á þrenni viðbót, 6 inn á. Já. Daniel Þór Stefánsson. Við erum einu Nei, fleiri. Daniel Stefán Reynisson. Já. Og blokki á Danna og víti. Gæði hornin. Og nú eru framar og nýja margir. Nei, við erum ekki á nýja margir. Harðamenn eru á nýja margir, afsakið. Jafn margir og hverjir? Nei, þeir eru einu fleiri. Já, ég veit.
Nei. Já. Það stemming á Ísafjarðarmönnum. Já. Enda laugardagur. Laugardagur. Og ég hef líka heyrt að það eru allir Arsenal-menn á Ísafjarði. Þannig að það er góður dagur. Já. Þeir minka Hóruðsuna í 1 mark og tæplega 20 sekundur í mannin hjá Frömmurum. Þá kemur Kristofur Löfven og Gauti. Þetta er bara lélegt skot. Þetta er bara ekki góð ákvörðun. Þetta var skemmtilegt hjá Santos að hérna bara ekki gera neitt. Já. Það var reynslan hjá drengnum. 1 sekúnda í mannin. Gúndis frábærlega að spila. Og Axel, fyrirverandi þjálfari minn. Hann klárar þetta. Og jafnar leikinn. Kemur Íflói aftur inn á. Það er ekki hægt að segja annað en við erum í basli. Já, við erum í smá basli. Löfven hægri, Kjartan í árás. Kjartan er að eiga siglu leik. Já. Hann er að vera góður í dag. Já. Þú verður að fá eina vörð, strákar mínir. Eina vörð. Ég held að ég sé ekki að fara með rangt mál þegar ég segi að markmaðurinn á Ísafirði er líka 2004 módel. Ég held að það sé ekki rangt hjá mér. Það gæti samt verið. Já. Og maður sjá. Harðamenn upp í stúku eru ekki sáttir. Nei. Það er að gerast. Þeir eru svo sem ekki múin að vera sáttir allan leikinn. Nei, ég held ég hafi aldrei verið sáttir í vetur. Nei. Og Reynir Þór byrjar að hita upp. Óli með frábæra vörn. LeBron James. Eins og við köllum hann. Upp. Við vilja fá skref á Óla, harðamenninir. Þetta er frábær vörn hjá LeBron James. Já, veitu, og... Já. Framarar vilja biðja boltaskiptingu, sögum svita á boltanum. Það er hiti í þessu, það er mikið af fólki að horfa núna. Sjá. Þessi er ekki alveg 100 manns. Já, það er alveg 95 manns. Fólk er að óskast eftir standing ovation fyrir öturinn eftir þessa sendingu áðan. Ég fer yfir þetta með honum. Ég stóð upp og klappaði og öskraði mækinn eins og hálfviti. Ég vil meina að það vera á mörkunum að vera tæknivill. Nei, það var bara frábær sending. Já, hún bara skjóta hann að Gauti. Nei. Herri árás, hendi kominu. Farðu á Súdari og takk. Röðningur, frábær vörn. Já, frábær vörn hjá þeim. Takkar upp í stað. Mér finnst samt að það þurfa að breyta þessari handboltareglu. Já, ég er sammála því. Mér finnst að ætti bara... Andstæðingurinn kasta boltanum. Já, en þess að mér finnst að þar sem að sóknarliðið leggur niður boltan, þar er bara boltinn í leik. Ég er sammála. Og ef hann kastar boltanum, þá er það bara beint í gang. Já, ég er að segja það. Gúndis. Hann er komið 10 mörk. Maðurinn er on fire, sko. Pilpuks. Gúndis. Nei. Gúndis Pilpuks. Hann er bara virkilega góður. Já. Blake Griffin, íslenska handboltans. Kemur Danni inn á. Það er bara eins og Hörður séu að heima þetta. Já, Þorvaldur situr bara með krosslaða fætur. Sýnist hann bara að vera átt. Já, hann er búinn. Ég talaði í vettvangi mínum í hálfleik og komst ég að því að hann er ekki bara að spila meira í dag. Já, þetta er víti. Eða ekki. Það er fyrir kraft í þetta. Það er Daniel að fá touch. Já. Hann er að fá mikilvæga mínútur í Ólís. Kjartan, Önder. Já.
Þú voru að skjóta. Já. Þetta alveg hreyfingar hjá honum Öddi. Já, hann er skemmtileg leikmaður, sko. Mér finnst gaman að horfa á hann. Já. Óþolandi að spila á mót honum. Já, á æfingu. Já. Já. Þá komur Löfven hægri. Það er samt maður sem þú vilt hafa með þér í liðið, Magnús Vetter. Það komið smá hiti í þetta. Þetta er samt hættulegt brot, sko. Já, en sjáðu bara blokkringuna. Já, sjáðu, hann bara lætur sér detta. Já. Svo Dario er að setja aðra menn í hættuna með að standa ekki í fætuna. Já. Ég ætla bara að setja það á kröfu á menna þegar menn eru með svona kálfa og svona læri. Það er standi í fætuna. Og svona bicep að menn standi í fætuna. Já. Og með svona skegg. Já. Með allt þetta testosterón og liggja svo í jörðinni. Gott Darri minn. Darri er pirraður. Já, ég skil hann mjög vel líka. En það er að fyrirliði liðsins. Nei, Snæsi minn, hvað? Hann fór bara staðið hraðeflu. Kemur Ívar. Hörðu. Þessi svipur á Ívari, sko. Það er alltaf eins og að sé í svona hanaslag. Hver ber sig betur? Já. Gauti, Reynir Þór kominn inn á. Kemur inn hægri. Og Gauti, þetta er bara... Já. Maður hefur séð betri færi hjá Ívari. Hann vill meina að það hefur farið í hann. Staðan er 23, 24, herði í vil. Já, Hörður getur komist í 2 marka fórustu hér. Það er ekki hægt að segja annað en þetta kemur óvart. Nei, mér finnst þetta ekki að koma óvart með eins og sögðum hérna fyrir leik og... Já, Ínin. Hann hefði ekki átt að taka þetta færi. Já. Nei. Já, þú spilur hann bara aftur út. Það er alveg og frábær sending. Og Ívar Logi. Gott Ívar minn. Góður Ívar. Og Kjartan heldur áfram með þetta frábæra performance. Og Carlos Martin Santos tekur leikli. Ok. Í stöðinni 24-24. Já, sko, nú er ég sjálfur þjálfari. Ég hef aldrei skilið það að taka timeout þegar að meðbyrinn er með þér. Nei, meðbyrinn er ekkert endilega með þeim. Þetta er bara svona back and forth leikur. Já. Það er fínt að taka bara smá bríðar núna. Fram á eftir að taka leikli eftir stutta stund. Já, ég meina, þú veist, sko, Einar var á mörgum að fara að taka leikli núna, sko. Já. En hérna... Ég er samt með þetta allt í lagi, sko. Jájá. Verður eitthvað að gera þessi komandi Sen er hann kannski mögulega líka bara að setja einhverja öðruvísi áherslur á leiki núna. Spila eins inn á það að Kjartan er búinn að standa sig frábærlega. Tjekkaði komandakerfið og tjekka hvað að gera. Er það ekki bara eitthvað Aron Heimis að frussa það? Nei, ekkert að gerast. Ekkert að frella. Það eru akkurat 16 mínútur til stefnu hér. Donner hlutar leikinn á. Luka Vucevic er kominn inn á. Já. Og Reynir í tvistiðum. Óli þristur. Lebri. Við erum konur í 5-1. Kemur Santos.
Löwen. Leo. Gott Ívar. Rólur. Já, upprýnum minn. Komið á það. Og spilaði. Á Ívar. Flott. Skoraði strengur. Yes! Flott Gott Ívar. Frábær. Vel gert Reynir. Já. Þetta það sem ég elska við Reyni. Hann getur bara verið svo slaggur. Kallar á hann hvenær sem hann getur bara komið inn á deliverað. Já. Horfir upp ellinn, sér Ívar, bara kemur hann þangað og Ívar skilar hann í netið. Já. Suguru komin inn á. Ekkert á þetta maður, hvað er þér að tuða? Harðamenn alveg brjálaðir. Já, losaði boltin yfir á Luka. Já. Gefðu hann í hornin. Nei, hann kominn í hérna. Hann var inn í teig, en já. Einar hristi líka hausinn bara. Gefðu boltan maður. Já, Luka sagði líka, sorry, ég átti að gefa hann honið. Bara hvernig dettu er rétt í hug. Já, þá gera þær markmannsskiptingu, harðamenn. Og leikmann nr. 12, Ronalds Lebedevs. Komin í ramman fyrir harðarmenn. Jó. Suguru. Hérna á miðunum með boltan, hvað ætlar hann að gera? Skref. Gott skot. Lebrim ekki sáttur með þetta. Já. Og svo er núna er náttúrulega, þetta er fyrst skipti sem þetta gerist í okkur. Þannig að næst er þetta gerist, þá kemur hendin upp. Og næst er þetta gerist þegar við erum með forystu, þá fer hendin upp. Já, ok. Segjum að þeir jafni leikinn næst. Þá gildir það ekki. Bara upp með forystu. Og Reynir Þór! Wow! Vel gert. Litli strákurinn maður. Öll 38 kílóinn. Sem er ekki svo lítill lengur. Nei. Hann er með 90 potential. Og Lalli kominn inn á og Lalli ver! Og Ibbi næstu yfir. Gott Lalli minn, góð innkoma. Gautið geta fengið hann á... Góð sending. Já. Við erum alltaf búin að æfa þetta á æfingu. Og hann negla honum út í honni. Já, negla honum út í honni. Maður er að drepast í höndunum eftir þessa æfingu. Já. Sem honnamaður. Sko að fá alveg dundur sendingar bara upp í himinin. Og maður, það er bara að setja kröfur á að maður grípi þetta. Gauti. Yes! Er þetta að sigla núna í okkur vil, Sverri, eins og svona eftir leikliðið. Já, það er þetta rétt hjá þér. Þetta er það sem ég er að meina. En ég er engin sérfræðingur. Ég er bara áhugamaður. En þó þjálfari. Já. Þú ert engin sérfræðingur, þú ert áhugamaður, en þó þjálfari. Já. Þetta er skemmtilegt. Já, ekki. Ég ætla ekki að heilla mig sem sérfræðing eins og sumir. Bara áhugamaður. Jesus Christ. Það er orðið svolítið tæft hjá þeim. Já, Leo, það er ekki búið að gerast mikið á Leo hérna á frakkanum. Hann var nú ágætur á teipinu sem við skoðum. Rauningur. Það var góð vörl hjá Luka. Já, með vídeófundina, þá var heldur segla í Jón og Leo. Svo setur hann setur í samskeytin hérna. Eða ekki. Nei. Axel Sigur. Menn yfir. Kjúi Seppi út af. Og Óli. Danni inn á, Gauti inn á. Daniel Stefán Reynisson kemur á línuna. Sá er að tekja mínúturnar maður. Daniel? Já. Ég er ánægð með hann. Hann lítur að fá yfirgauð betur en að leik. Já. Og Gauti. Jésús. Ekki samanlega þessu. Nei. Þessi er Rótaf. Wow. Rótaf. Gauti. Það er ekki. Þetta var áhugavert. Nú er Halli og Einar eitthvað að tala við Ramonas. Dómara. Já. Hvað hendir Reynir í núna? Flott skot, Gauti. Það ætla Leo að gera, hann ætla bara að dribla. Já, flottarinn minn.
Þá kemur Guntis aftur inn og leikmaður nummer 44, Ásgeir Óli Kristjánsson, kemur inn á línuna. Það spurning að plúsa Gunti sko, hann komið 10 mörg. Mögulega, já, á mögulega að setja, já, Og hérna með frábæra stóðsendingu. Já. Það það sem ég að tala taka Guntis bara aðeins svona og láta hann til hliðar. Já. Mér sýnist ekki mikið vera að ganga hjá neinum öðrum. Nei. Leikmaður með 37, Kursnes, hann þó búinn að vera að reyna en minnst hann ekki búinn að vera heitur í dag. Nei. Hérna, ég held að Carlos Martin, þjálfari harðamanna, sé örugglega að setja hann Ásgeir á línuna. Glokkgauti minn. Gauti heldur áfram að setja bara. Já, sérðu, hann mun setja hérna Ásgeir Óla á Ívalóa hjá okkur. Það er smá stærðarmunur. Sérðu. Kemur hann inn á. Og það er komin í 7-6 líka. 7-6. Æja, ok, þá var svo sem ekki... Stærðarmunur á báða vegu. Já, svo sem ekki mikið þá til í þessu sem ég ætla að segja. En þá kemur fyrirliðinn inn á. Flott í minn. Það er 10 mínútur eftir þessu leik. Gott Lalli minn. Skjóttu. Helviti langt eftir þessu leik. Skjóttu. Nei, rólegur. Lúka með slagt skot. Já. Það er búið að slokna þess á harðar mönnum upp í stúku. Já, það virðist vera að draga lífið úr þeim. Mér finnst líka bara svona minna power í liðinu. Já. Overall sko. Hörðu, gott Lalli minn. Enginn í marki. Smá lélegt slút maður. Já, það heitir hann hérna Óli Björn Vilhjálmsson, fyrirliði liðsins, held ég. Hvað, þekkjur hann það? Já, með honum í einhverjum áfengum í FB löngu síðan, sko. Já. Hann hefur vært með hann á Facebook? Nei. Instagram? Nei, var ekki neitt. Ég er ekkert inn á þessu samfélagsmiðlum. Nei. Og Danni! Já. Maður. Daniel. Og Daniel Stefán Reynisson maður. Sæði allir gefa honum 5 á bekknum sko. Veitir ekki af. Peppa mannin upp. Já, harðamenn halda áfram í 7-6. Já, Jón inn á. Þeir eru að taka sér drúgan tíma í þetta. Hörðu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já. Jæja. Új, Vel gert. gott Lalli minn. Og skutlið. Enginn í marki. Já. Hörðu, þetta er fyrsta klikki hjá honum. Og þeir eru að væla yfir. Þeir væla yfir að við fara mikið unni í tegnum. Nei, Lárus er að tala við Lalli er að tala við það. Lalli hlær bara að þessu. Já, þetta er fagmennska. Þetta er fagmennska. Og reynir. Og Danni með allt í lagi blokkeringu. Hæ? Þetta var bara ekki rétt. Snæsi fór ekki inn í tegin. Ég er bara á því að Snæsi fór ekki inn í tegin. Nei, alls ekki sko. Leo! Já. Það er varið. Það er erfitt að díla við svona bolta. Já, maður sjá. Maður sjá í endursýningunni. Nei. Hvað er hann að dæma á? Það eru með eitthvað. Þeir eru að fá sér glerugu þetta. Þeir eru að fá sér glerugu til þetta sko. Og Danni. Já. Ég get ekki annað en bara staðið upp og klappa. Og að timeout, litli Danni maður. Yes, Daniel. Góður. Gott Danni minn. Egginn að skila sér. Hann er að sanna sig í ólístillinni. Það er bara hann sem skilur þetta. Egginn að skila sér. Egginn að skila sér. Ert þú að segja hann að fá sér egg? Já. Þarf ég að fá mér egg? Nei. Danni situr við hliðin á mér nefnilega í klefunum sko. Þarf ég ekki að fá mér egg? Nei, þú dröður. Ok. Herru, Framarar komnir í 5 marka fórustu eftir góðan kafla hérna og eins og segi, eftir timeoutið, staðan var 24-24, þá kom bara
5 marka rönn. Já, 5 marka rönn hjá okkar mönnum. Eins og segi, ég engin sérfræðingur. En þú ert áhugamaður. Áhugamaður. En þó þjálfari. Já, áhugamaður. Það er bara að bætast í áhorfið að komum við 107 manns. Verið velkomin. Já. 107 mann sem að hlusta. 107 manns. Og já, það er hér. Ég að segja þér að ég er svo grillaður í hausnum. Búinn að vera umgangast handbolta í allan dag. Ég er búinn að vera hérna síðan klukkan 9 í morgun. Klukkan er orðið 19:30. 19:30 sko. Þú verð að sofa og mynd sofa eins og lítið barn. Það er eins gott að ég sé komin í páskafrí. Í vinnunni maður. Góndis. Akkur skýtur hann ekki á markið. Hann er komið 10 mörk. Svo Gúrú. Taka boltan bara og hamra á markið. Já. Hanna, bæng. Ó, Snæsi. Já, unnubolti. Bingo. Flott, drengi mínir. Ólöf fengi ykkur slinka og trappi síðustinn sinn. LeBrim. Já, Brimarinn. Hann er leynigetinn. LeBrim James. LeBrim James. Eins og ég kalla hann. Já, hann er náttúrulega í LeBron James sko. Já. Það eru rosalega rólegt í húsinu allt í einu. Já, þetta er líka bara að við erum að sigla þessu í hús. Já, veit ekki alveg hérna. Já, það held ég. Það er ekki hægt að segja annað en þetta er bara karakters sigur ef við náum að sigla þessu í hús. Já, Einar tekur leikhlé. Nýta sín 2 timeout sem hann hefur. Ef hann hefði ekki nýtt þetta eftir 17 sekundur þá hefði hann bara átt 1 timeout eftir. Er það þannig? Já, það er alveg svoleiðis. Það byrja að hrynja hérna úr þakinu hérna að sýnum með. Það er mikið háaði í húsinu. Maður bara að fara að forða sér. Þetta er glænýtt hús sko. Ég veit það. Með engu bílastæðum. Með engu bílastæðum. Fólk á bara að mæta á hlaupahjóli og taka strætó hingað. Allir þeir 100 einstaklingar sem eru bara í meistaralokkunum hjá félaginu. Meistarakalla og kvenna í fótbolta og handbolta. Já, Halli er að benda mér á að þetta er bara í hausnum núna. Og ég held að það sé mikið til í því. Þetta er spurning bara klókiti núna. Já, þetta er bara að fara vel með boltan og bara leggja sig fram varnarlega og það er þetta bara komið sko. Sam og Siggi Braga sagði það, en ekki? Jú, ef þú nærða sko bara eyða kannski 45 sekundum á klukkunni í hverju sókn. Og nær kannski að hitta 2 svar í markið og kannski verjast 2 svar þá er þetta komið sko. Fólk er að benda mér á að þetta er æsi spennandi leikur. Já. Og já, hvað ætlar Luka að gera? Já. Þetta var vel gert. Bara klókt, bara náði fríkast bara. Einar vill fá Júka. Gauti. Já, stöngin inn. Góðu Gauti. Þetta er mögulega að hafa verið að innsigla þetta hana. Já. Ekki nema þér skori hérna snögglega. Ívar. Svo Gúrú, hann horfir ekki eins og markið. Herðu. Fyrsta klúður leiksins. Fyrsta klúður, nei, sérst, Lalli varði frá honum á hann líka. Já, er það, hann er komið 2 klúður. Samsinn maður. Búinn að vera yfirbara besti leikmaður harðarinnar í dag. Já, ég held að hann líka klára þessu svolítið á. Já, Gúndis. Geggjaður leikmaður. Já, frábær. Hvaðan er hann? Ég ætla að gíska á einhver staðar frá Mið-Evrópu. Já. Spurðu Marko að þessu. Marko lítur að vita þetta. Eða Luka. Og Luka hérna. Heyrðu. Það var flott hreyfing. Já. Luka biður að Danni fari frá. Og Gauti. Já maður. Einhver breykar maður. Það fóruður með það. Gauti komin út af. Sýnist Öte vera að koma hann inn á.
Það sé ekki eitthvað meiri rótinni. Breki alltaf eitthvað tæpur í tánni, skilst mér. Já. Annars eru allir búinir að spila, eða ekki? Jú, ég held það. Hörðu? Ég held að það passa. Herðu, hann tók hérna tilbaka. Já, fínt að menn geta fundið ljós í myrkrinu. Svona eins og Óli Brim. Eins og honum tókst að gera í byggari. Það sem að við fór viral á Twitter. Við erum að ráðast á vörð sem var nánast hætt og setja hann í skeitinn og fagna eins og vitleysingi og sem að benda á sixpackin eftir leikinn. Já, menn er bara ánægð með hann. Og Ötter! Og vítið maður. Lange ánægð með þetta. Hann klappaði 11 sinnum, ég taldi þetta. Já. Hann er þó ekki ánægð með það að fara bara með 2 stig á hólmi í úrvalsdeildinni. Hvað nú? Haldi hann að gefa Ívar. Á Ívar. Horfum og það er eitthvað sem ég verði að sjá. Já, við töpum boltanum. Utanum við. Já, Ívar er ekki komin út af einu sinni. Sérðu? Já. Ívar klókur þarna. Þú sjá. Ítt honum. Og svo. Ívar er brjálaður. Já. Halli kemur og huggar hann. Já. Já, ánægð með hann. Þetta er skemmtilegt. Hann er fan favorite. Já. Hann er fan favorite í húsinu. Fá rauningi maður, alveg verið það. Nei. Santos með góða lagningu í fjær niðri. Niðri? Fjær niðri. Minnkar það í 5. Vissulega, en hann vippaði samt sko. Ég sagði leggur þetta. Er það þar sem boltinn endar eða? Já, ekki. Mér vantar bara kolvetni í hausinni. Ég segja bara að hann leggur hann létt yfir markmanninn. Mér vantar svo mikið kolvetni í hausinn. Þú ert grillaður. Ég er orðinn svo grillaður. Búinn að borða 1 Serrano í dag. Já, 1 Serrano. Þökk sé þér. Ég var að leggja inn á þig. Já. Og Darri. Já. Og já, það er í rauninni, já. Þetta er eiginlega komið núna sko. Þóttu séum einu færri. Við tökum Kairo, Ötter á Stefán Darri, missi bolta. Gæðu á Danna. Danni, skoraði strákur. Nei, Danni. Kemur. Daniel. Allt í lagi. Já, hann fyrir vörn. Koma þessu í netið, drengur. Upp með hendur. Upp með hendur, strákar. Og já, það eru tæplega 40 sekúndur til stefnu. Alexander á Gúndis. Frábær vörn en frömmurum. Já, það er ekki mikið lákið í þessu hjá harðamörnum núna. Nei, þeir eru eiginlega bara hættir. Já, hver við... Ef ég væri Gúndis þá myndi ég reyna að skora. Já. Bara til að bæta við marka tótalið. Það hlýtur að skjóta hérna. Já. Nei. Já. Sakuru. Gefur út í hornið á Mr. Daniel Whale Adele. Lögfræðingurinn er brjálaður upp í stúku. Hver er lögfræðingurinn? Hann er jakkafötunum? Nei, hann er stuttbuxunum. Ha? Já. Hver? Já, ok, sorry. Herru, Luka leggur bara niður hérna boltan. Og já, þetta var flott. Hérna, ég þarf að fara niður, ég þarf að vera með í fagnarlátunum. Ég er ennþá í dressinu sko. Já, já. Herru, við þökkum bara kærlega fyrir áhorfið í dag. Já, og final score er 34-30. Maður leiksins harðamegin ætla ég að gefa honum Gúndis. Ég held að segja ekki spurning. Framarar... Kjartan Þór Júlíusson, eða Gauti. Nei, Gauti með 12 mörk sko. Þetta var svona svo easy mörk. Já, fan favorite, Ívar Logi. Já, ekki spurning. Já, og við þökkum fyrir okkur. Sjáumst að vörmu spori.